Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur aðeins yfir í aðra sálma því að undanfarin sunnudagskvöld höfum við hérna á N4 verið að sýna heimildarmyndir eftir Ásgeir Hvítaskáld og núna á sunnudaginn verður engin undantekning á því en þá ætlum við að sýna heimildarmyndina Ríkur maður í Katmandú. Fyrir þá sem hafa mistað fyrri myndum þá hægt að finna þær inn á N4 safninu inn á sjónvarpi Símans og þetta inn á n4.is. En við ætlum að gefa boltan aðeins yfir á Ásgeir Hvítaskáld, höfund myndarinnar, Ríkur maður í Katmandú og hann ætlar að segja okkur frá tilurð myndarinnar. Yfir til þín, Ásgeir. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari mynd sem við ætlum að sýna hérna á N4 núna á sunnudaginn sem heitir Ríkur maður í Katmandú. En þessi mynd, hún átti ekki að verða til. Það gerðist eiginlega bara óvart. Það var þannig að ég var að fara til Katmandú til þess að vera viðstaddur kvikmyndahátíð þessum eina heimildarmyndunum sem ég gerði var þar á þeirri kvikmyndahátíð og ég fór náttúrulega að styrkja og standa með myndinni minni. En ég fekk styrk, sem sagt flugið og hótel og allt borgað. Þannig ég ákvað eiginlega að notfæra mér þetta og taka smá frí og vera kannski 2 vikur þarna og slappa af, skoða mig En þá var einhver maður sem sagði mér, ef þú fer til Katmandú og verður að taka með vídeóvél. Ok. Já, ég tók hana með í töskunni, allt í lagi. En þegar ég fór onni í götuna fyrsta morguninn, þá fekk ég algjört kultúrsjokk. Mér krossbrá, ég var hræddur, ég var skítræddur. Fullt af fólki út allt og menn með gul augu og svakaleg fátækt og allir að sníkja þau pening og mér leið bara virkilega illa. Ég flúði aftur upp á hótelið og fór á barinn bara og var þar þann daginn. En sko, svo fór ég náttúrulega næsta morgun aftur út og fór hans að skoða mig og fyrir rest þá dró ég upp vídeóvélina því ég fór náttúrulega að sjá svaka flott mótíð og fór að filma í götunni og taka kannski smá viðtölu við fólk þarna og svona, það voru gætar út allt og alls konar. Allir, en ljóskoðum, það var allir tilbúin að hjálpa mér. Það var ekki til í dæminu að þeir ætluðu að ræna mig eða ræna vélina. Það var bara bull í hausnum á mér. En allir voru reyndar að sníkja peninga að þér og prútta að þér og með bros á var og það bara þeirra þjóðar íþrótt. En Katmandú, 80% af fólkinu sem býr í Katmandú trúður á hindúisma. Þannig að þetta er hindúismans borg, hindúismans. Og það er náttúrulega mjög sérstök trú. Það er fullt af guðum, alls konar guðir. Þeir eru út á götunni, alls konar lítil tempel og þeir eru að setja reykjelsi og biðja bænir og með blóm hálsinn og setja rauðan díl hérna á ennið á sér og gera alls konar. Og þetta er virkilega trúað fólk og þetta er hamingjusamt fólk. Og hægt og rólega, því meira sem ég fór að garfa í þessu og filma og fá sögur og kynnast þessu, því dýpri var raun og brunnurinn. Og mér langaði að fara dýpra og skoða meira og afla meira upplýsinga og filma meira og meira. Þannig að fyrir rest þá var ég að filma allan daginn þarna í Katmandú á götunum og þeir sögðu við mig, heyrðu, við þekkjum þig góðurinn. Þú mætir hérna klukkan 9 á morgnana og ert að filma hérna allan daginn. Við þekkjum þig bara. Og það var alveg rétt. Ég var að filma í götunni og þeir komu til mín og sumir pössuðu vídeóvélina. Ég þurfti að taka mynd af sjálfum mér eða eitthvað. Ég var náttúrulega bara einn gera þetta. Þannig að þetta var svolítið sérstakt. En það sem sló mig hvað þetta fólk var virkilega hamingjusamt og það var virkilega trúað. Það fór ekki í vinnuna á þess að biðja bæn við guðinn sinn og þau margir mismunandi guðir. Og ég fór að fá áhuga á ákveðum guð sem heitir Gannes. En við vestrænir íbúar, við megum ekki fara inn í tempel Gannes því að það er lokað fyrir okkur. Við erum að vera hindúismar til þess að fara þar inn. En ég leitaði og ég gafst ekki upp og fyrir rest þá fann ég svona tempel, Gannes tempel, þar sem ég mátti fara inn. Og það er eiginlega hápunktur myndarinnar. Þannig að reynsla mín var, þetta breytti mér persónulega töluvert að vera kafi í þessum trúarbrögðum. Það var ýmislegt þarna í hindúismanum, það er til dæmis aukatrú sem heitir Bong, sem líkist pínlítið ásatrúnni.
og eitt og annað svona sem var sko fullt af einhverjum svona blæbrigðum og myndum og sögur og dót sem að streymir til manns. En niðurstaða mín var raun og veru sú, eftir að hafa verið þarna í Katmandú og skoða þetta allt saman, líf þessa fólks að það í raun og veru ekkert nýtt undir sólinni.